Komdu sælt og blessað, kæra ljón. Ljónið mitt góða, ég að draga hérna 3 spil úr þessum fallega stokki sem að leggur áherslu á kvenlega orku. Við skulum sjá hvað þessi spil færa þér. Við byrjum á fortíðinni og við spyrjum hvað getur fortíðin kennt þér? Hvað getur þið lært af fortíðinni? Þar færðu spil sem heitir kindness eða góðmennska. Góðmennska er kærleikur í verki, stendur hér. Fortíðin getur kennt þér ýmislegt varðandi góðmennsku og það að vera góður við aðra, vera góður við þig sjálft, kæra ljón. Ef til vill varst ekki nógu góður við sjálfa þig í fortíðinni eða aðrir hafa ekki verið nógu góður við þig. Þú hefur kannski lært af slæmri reynslu en vonandi mest af góðri reynslu. Og í dag veistu, ef þú kærir þig að vita það, að góðmennska skiptir máli. Það er eitt af þínum stærstu lærdómum úr fortíðinni. Að sýna kærleika í verki. Og það er akkúrat boðskapurinn sem er að koma inn núna í desember með jólaorkunni. Þannig að þetta á vel við. Svo er það núið. Hvar ættirðu að setja athygli þína í núinu? Hvert ættirðu að fókusa? Þú ættir að fókusa á frið og ró. Að hafa ró í kringum þig, að hafa ró innra með þér. Kannski þarftu að fara í einhvers konar sjálfskoðun og finna út hvort þú sért í bardaga við sjálfa þig. Hvar finnurðu mesta ró? Ef til vill átt eitthvað afdrep utan Skarkalands, ef þú býrð í borginni eða á stór Hafnarfjarðarsvæðinu, þar sem að umferðin til dæmis er orðin rosaleg. Kannski hefur tök á því að skreppa eitthvert út fyrir eða í sveitina. Það að geta bara verið bara í róliheitum án þess að þurfa að uppfylla einhverjar kvaðir eða einhver aðkallandi verk er mjög mikilvægt í núinu. Þetta er það sem að fókusin ætti að snúast þessa dagana og varast streitu, varast hávaða og læti. Svo er það framtíðin. Hvað þarftu að vita varðandi framtíðina? Já, það er þolinmæðin. Blessuð þolinmæðin, mjög margir hérna sem fá þolinmæðisspilið núna. Kannski er eitthvað í loftinu þessa dagana sem er að reyna dálítið mikið á þolrifinu á fólki. Það að bíða og vera rólegur á meðan maður er að bíða. Einhvern tíma las ég það að besta leiðin til að bíða er að gera eitthvað annað. Það er að segja ekki bara sitja með hendur í skauti, heldur að vinna eitthvað annað verkefni heldur en það sem maður er að bíða eftir. Bara svona, þá gleymir maður sér, ég held að sé aðalega það sem að málið snýst þá gleymir að þú ert að bíða. Þetta er eitthvað sem skiptir málið framundan hjá þér. Það er þolinmæðin. Þú þarf kannski að sýna öðrum þolinmæði líka. Kannski er ekki allir jafn kvikk og þú eða jafn klárir og þú eða jafn fljótir í förum, snarri í snúningum. Þolinmæði í umferðinni. Það er að koma inn líka. Fyrir ykkur sem eru alltaf að flýta ykkur. Bara slaka á ein mínúta til eða frá skiptir ekki máli.
Ég veit ekki hvaðan þetta kom. Já, kæru ljón, þetta bara það sem að máli snýst hjá þér þessa dagana. Það að sýna kærleika í verki og vera góður. Kindness. Og mestu máli skiptir að vera góður við sjálfan sig. Og þá held ég að það smiti út frá sér og maður verður góður við aðra og aðri verða góður við mann líka. Svo það friðurinn, að finna frið og ró og njóta þess að slaka á og hægja á sér. Og síðan það hérna þolinmæðin, þetta helst allt í hendur. Að læra að bíða og að bíða rólegur og sýna sjálfur sér þolinmæði líka þó að maður sé pirraður. Það líka mikilvægt. Ekki að tala sjálfan sig niður þó að eitthvað fari úrskeiðis. Ok, kæru ljón, ég óska ykkur allsins besta með þetta. Ljós og kærleikur.